Verið velkomin á annan þáttan af með Klöru Túnó. Þetta var lagið hennar Klöru Einarsdóttir sem heitir Þú ert svo og við viljum þakka henni ótrúlega mikið fyrir að leyfa okkur að hafa þetta lag í intrón okkar. Þetta er ótrúlega gott lag. Þetta er bara ógeðslega mikið svona sumarfeeling og eitthvað. Það var samt alveg smá síðan sem hún gaf þetta út. Já. Það var alveg síðasta sumar eða eitthvað. Samt sumarfeelingur. Samt sumarfeelingur. Hún er með ógeðslega mikið squeeze tónlist sem eitthvað sem hægt væpa ógeðslega mikið í. Í síðasta þætti fórum við yfir kosti og galla við að vinna heima og í þessum þætti erum við að fara að tala um bara sögur. Já, sögur frá bæði naglafræðingum og konum. Og líka bara, já, sem við hefum tekið að netinu, okkar eigið experience, það sem var sent, þetta er bara allt í blöndu. Þetta er bara svona grautur af einhverju alls konar. Já, bara einhverju alls konar reglu og já, áður við fyrir mig það ætla ég bara svolítið að segja frá bara deginum í dag. Ég var ég er að byrja bara ógeðslega veik, ég veit ekki hvort það heyrist en ég er eitthvað ógeðslega svona hrókin í röddinni eitthvað, hún er alveg ógeðslega. Ég sagði við í morgun, við náttúrulega vinnum saman og ég sagði við í morgun, ég held ég verið veik, þú veist, já, þú ert með eitthvað í hálsniðinum, ég bara, ég heyrði það bara strax þegar ég labbaði inn í vinnu og varst eitthvað að tala og ég eitthvað að því að ég fór að sofa í gærkvöldi og ég svona byrja að vera svona illt í hálsum og vont að kyngja og ég bara, nei, please, ekki núna, það er bara, ég er svo upptekinn, I can't afford this right now. Og svo bara vaknaði í morgun, bara klukkan 8:20, bara ógeðslega vant að kyngja og ég bara, water, að því að þú veist, það var bara, ég var svo gett bara þurr og svo fann þetta bara sting og eitthvað ógeðslega óþægilegt og ég líka bara ekki búin að vera það hress í dag, ég bara, var bara sitjandi. Þú og Panodil Hot eru búin að vera vinir. Já, ég þarf að taka einn annan eftir, ég bara, ógeðslega í röddinni, en þið verður bara að afsaka það, ég er að vera eitthvað ógeðslega slöpp. Já, og svo eftir vinnu að við byrjum að taka upp, þá fór ég í verslunarhöllina því að hann alltaf með bás. Það var svona einhverja sögu sem hún vildir ekki segja mér á camera. Já, oh my god, þetta var svo vandrarlegt og því að, þú veist, þú kemur í verslunarhöllina og þau rétta þér eitthvað svona, mann langar að segja svona card, en ég veit ekki hvað heitir. Er svona körfu? Nei, ekki körfu, þetta er svona slæða, nei, heitir þetta það? Það er svo hengið bara svona fötin á og þú veist, þú getur svona dreigið með þetta. Snægi eða svona fata slá. Já, ég sagði slæða. Hvað er slæða? Ekki slæða. Það er, þú veist, svona hijab eða einhver svona, þú veist. Ég held það. Ok, guys, ég er ekki útskrifuð á skóla þannig, þú veist, það bara heyrist. Ok, það var fataslá. Þau gefa svona fataslá, þú veist, úr ykkur herbyggi og þeir eru ok, farið, þú veist, og náðu ég allt stoffið og gott þessu bara með hinga og við bara, þú veist, tökum þetta saman, þú veist, og taka af þjóðvernina og eitthvað svona og þau eru ok, og ég svona labba og ég svona held á henni, ég er að draga hana eftir mér og þetta er náttúrulega svo löng slá og hún svona fyrir svona á hliðina gríp ég ekki bara í einhverja konu jú, ég gríp í einhverja konu og ég bara, þú veist, ég bara eitthvað að labba áfram, ég bara svona horfa fram fyrir mig, ég er ekkert að pæla í henni og ég gríp í svona stopp, ég bara hvað og ég svona tósa og svo horfði ég tilbaka og nei, það er bara 3 fólk að horfa á mig að því ég er að draga konu. Nei! Býttu, ætlar að grípa aftur í slána og grípur í konu? Nei, ég held að sláni allan tíman. Ég bara leið á sláni í gegnum búðuna og fara á bási minn og ég bara eitthvað að labba og nætt á því eitthvað. Svo bara what? Og eitthvað svona tósa, svo bara bam, það bara konu bara komin í slæðina og hún er að reyna bara að skoða eitthvað föt og hún eitthvað svona og ég bara, oh my god, sorry og bara, ég bara geð miklu vissin að bara taka bara slána bara sláin bara svona flækjast í hana? Já, þú veist, að því að það er svona ég veit ekki poor lady. Já, poor lady, það er líka bara svo vandrarætt, hún horfði á mig sem ég var bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað, þetta er bókstaflega svona. Já, það er bara fata, svona slá. Þú veist, hún festist hérna. Já, bara, þú veist, endan af slanni, þú veist, festist í henni. Ok. Og ég bara þurfum að fá Tristan til að setja mynd hérna þannig að þeir sem eru að horfa á þetta og YouTube geta séð svona bent á hvar það er sem að greið konan var. Það var svo vandræðilegt, oh my god og hún var eitthvað, ég bara, oh my god, afsakaði þetta og ég lappa svo bara í burti ógeðslega vandræðilegt. Þú varst sláin þín svona shameful. Já, ég bara, þetta var svo vandræðilegt og svo var ég komin að börnum mínum og þá var einhver gæi að taka niður symbás líka
og ég held í smástund að ég myndi sko öskra á hann út af því að hann var að flauta sorry, ég hata ekkert meira en fólk að flauta bara eitthvað já, bara svona entertaining themselves það var bara að flauta ógeðslega mikið og ég var bara þú veist, hefði ég verið með margar verður þá hefði ég actually urlast en ég var ekki með það margar þú veist, ég var bara að taka niður ykkur 30 flíkur eitthvað og hann var bara að flauta og ég var bara það er líka alltaf kallar alltaf kallar það er alltaf kallar sem flauta líka bara, þú veist, eins og þegar maður er að vinna í búðinni og það er einhver kona sem að mæti með kallið sinn þá er hann bara, it's my time to shine já, ég veit ekki ég bara, þetta pyrraði mig svo mikið ég veit ekki, þetta ágætt fara svona mikið í taugunum mínar en kannski bara því ég er bara veik og það verður svona ekstra mikið í taugunum mínar já, þú varst embarrassed eftir að flækja konu með þér og eitthvað og varst bara lítil þetta var vandræðilegt og svona fötan hans voru svona fara í mig og ég bara þessi var bara orðin fyrir pyrruð og ekki nóg með það að þegar ég er að fara, það festist fokkin sláið mín í básinn hans og ég bara er ógeðslega miklu vissin eitthvað svona, takk, ég á ekki verið með þess að slá og hann eitthvað svona losar hana og þau eitthvað, oh my god, takk fyrir eitthvað, takk, það er bara því líka dúlli, ég var bara að dæma fyrir að flauta og svona bara að hjálpa mér þess að hann þurfti ekkert að hjálpa mér að taka slána í burtu en hann gerði það því að he's a kind person, obviously þú veist bara jealous og þú gæst ekki flautað já, ég get ekki snýstað það ég get flautað svona inn en ekki út nú við ég get flauta inn en ekki út riveting content hvað kann þú að gera? Ég kann alveg ekki Bínar ok, nei, well hér eru bara 2 konur sem kann ekki að flauta ég get enga við að flauta sko en svo annað sem ég ætla að tala veistu hvað ég var að sjá? Hvað varstu að sjá? Clubbed Up er broken up sástu það? No og hann situr hérna Aron Kristinn til hingæinn ég hættir Clubbed Up Ástafreyr hefur ekki séð hana hefur ekki séð TikTok hérna Teslan smá skítug býrðu undir steini úrið fucking gott nýkliftur hefur ekki séð hana ég vaknaði 29 ára í dag Teslan smá skítug ertu að djóka? Þú ert að djóka ertu Íslendingur eða? ok, veistu eitthvað hvað Clubbed Up er bara? þú veist ég hef örugglega einhvern tíðan heyrt á, skilur, ég gæti ekki sagt þér eitthvað svona, já, þetta er lag eftir þá skilur hefur ekki sér líka vídeo af annarkvæmst að hann var eitthvað, hvað var það maður að fara í sleik? Akkur er allir hættir að fara í sleik? það er ekki séð þetta kannum við þetta er læka bring back sleikur sko já, þetta er Aron Kristinn bring back sleikur og líka þú veist þetta Teslan smá skítug úrið fucking gott er þetta gæinn sem að hætti eða gæinn sem að þetta er gæinn sem hætti hérna nei, ok, hann hefur verið að reyna að vernda TikTok fyrir linsinn ég held ég búin að taka Teslan smá skítug út þetta er ekki original vídeóið en hann var þú veist vaknaði 29 í dag Teslan smá skítug það voru allir að gera þetta oh my god, þú actually bara býrð undir steini vá, ok ég er alveg ekki filled in on Clubbed Up nei, þannig þú bara þú veist, hefur ekki sér líka vídeóið Brynjar Bjarkarsson þú veist, hann setti síma sinn niður og byrjaði bara að rækja á síma sinn hann er alveg nettilega rugglaður sko bara sorry Brynjar ef þú heyrir þetta en þú veist hann er alveg svolítið crazy hann er, þú veist, crazy girl hefur ekki séð þetta ég veit ekki ég er að spila good tea hérna og þú bara veist ekki neitt bara þú veist, ég reyndi að láta þessu hérna. I cared þegar þú byrjaðir hann er bara að rækja síma hefur ekki séð þetta ok, þetta er alveg 2020 en hann er bara að rækja síman hann bara þú veist, ég veit ekki hvað er í gangi hérna en þetta er hann og þeir voru saman í Clubbed Up og hann, þú veist er cancelled þessi er cancelled? já, sem var rækja síman ok hann er alveg, já, þetta er alveg who would have thought, gæði sem að tekur upp vídeo og sér að rækja síman sinn does questionable things þetta er alveg it's never the one you expect hérna bara 7. maí
Brynjar aftur í vandræðum vegna höfðina sinnar komin til að sjúga eitthvað. Þú veist, hann sagði bara ógeðsla, hérna ringdi í ræði Brynjar sem hjólaði enn og ný í múslima, skilur við. Þannig áhrifavaldur. Af hverju ertu að segja eitthvað svona, skilur við? That's the tea, en hver einlega ekki nógu spennandi fyrir þig. Nei, greinlega ekki. Ég held að ég var að drop a bomb hérna. Ég með þess að senda vinkonum mína og þú veist, sem var að klöpt á fenn, ég var bara, nei, hættu, hún var bara í áfalli. Hún var í andlegu. Og ég reyndi að láta eins og ég vissi eitthvað um þetta þegar þú byrjaði eitthvað. Var þetta fake reaction? An actress. Girl! I don't know, stundum að maður gerir bigger reaction, þá verður fólk hyped og byrjar að segja meira stuff, þannig að maður eitthvað Það hefði ég sagt að þetta örgulega var hvaða aðra mannski sem þetta var bara, já, eitthvað, ég veit það en það bara, what? Comment down below, láta okkur vita hvernig þú brástu þessum fréttum. Já, ég var bara að sjá þetta beauty tips á þann. Þú veist, það er ástæðan okkur ég sá þetta, því ég sá bara eitthvað, þú ert líka big á beauty tips. Ég fylgja sem ekki með. You would get your news off of there. Ég samt alveg að heyra að því þetta fáránlegasta síða sem ég veit You have a love-hate relationship. Já, ég alveg með a love-hate relationship að því þetta nota í svo ógæslega tilgangslausa hluti. Þetta bara, þú veist, klekkum hvað annað bónus. Hvar er þetta að kaupa þetta nammi? Já. Girl, þú postaðir því. Mitt var hætt í sölu. Ég spurði hvort þetta var hætt í framleiðslu 100%. En það bara, þú veist, eitthvað svona það var ekki alveg að gera grína þessu TikTok áðan, bara hvað fólk ósjálfbjarga. Bara þú veist, hvar kaupi ég takkaskó, skilurðu? Girl, Google it. Já, fattarðu? Já, ég alveg. Þú ert alveg heated. Já, ég með love and hate relationship, stundum verður bara geðveikt ef ég þarf að finna einhverja alvöru upplýsingar, þú veist, eins og með einhverja ferðaskrifstofu, þá ég eitthvað svona að googla, þú veist, ferðaskrifstofuna. En þú veist það sem þú getur gert, þú getur alltaf að fara í search-lækkin af beauty tips, searcha bara þetta og það kemur allt þetta. Ef ég nota beauty tips þá það yfirleitt til þess að er eitthvað annar búin að spyrja þessu spurningu. Já, til dæmis, hvar mæli ég með að fara í litin, hvað með að fara í neglur? Einhverjir er búin að spyrja þetta. Oh my god, einhverjir. A billion. Já, billion manns búin að spyrja að þessu. Be better, do better. Searchi bara lækkin. Þetta allt annað. How about you Google it? Google it. Það bara eins og að þegar var að spyrja reyða lit. Það bara, hey, how about you just figure it out? Finn frá því. Be a man. Það skil ekki. Það ekki, fatti ekki, þetta inside joke. Við ætlum að kynna bara fyrsta sponsorinn okkar núna og vilt þú ekki bara kynna fyrsta sponsorið? Jú, endilega. Fyrsti sponsorinn okkar í dag er Luxa. Við erum staddar í Suðurlandsbraut 52 og við getum fundið allt beauty tengt í þessari búð, í alvegna allt saman. Við erum með endalausa naglavörur, það eru hárvörur, það eru augnhár, við erum komin með lasvana líka, þannig að það bæði augnhár fyrir augnhár og fræðinga og svona til þess að rætta sjálfum sér. Það er fake tan, það er bara make-up, það er allt til, you name it, we got it over there. Hárlitin, shampooharning, hármaskar, bara everything. Lampar, þú veist. Öll tæki, allt. Everything. Bara endalaust til. Og þegar þú ert að horfa eða hlusta á hana þátt að þá ættu nýju vörunar að vera komnar bæði í verslun og á vefsíðu, sumarlínan. Naglaverur. Við erum búin að sjá sneak peek að þeim og það eru nokkur hluti sem við erum alveg fyrir spenntar yfir sem er hana. Og allir sem að versla á meðan byrðir endast fá svona surprise box með pöntuninni og hvað sem þú ert að sækja, kaupa búðinni, senda, þú færið alltaf surprise box bara þá til þetta endast, þú veist, við fáum svona 500 kassa eða eitthvað svoleiðist þannig þú veist, þetta endast alveg í alveg ákvæðan tíma. Endalist til að þessu. Ok, ekki endalist, en mjög mikið. Mjög mikið, þannig endalega kaupið ykkur bara hvað sem í raun og bara hjá Luxa. Viltu kannski segja hvað er svona þín uppáhaldsvara svona í vikunni? Mín uppáhaldsvara right now myndi vera ég keypti svona callus softener í gær. Ég búin að vera rocking a pedicure núna síðan að við fengum góða veðrið back in the day fyrir nokkuð síðan. Back in the day. Ég er búin að vera að snjóa. Já, ég er búin að vera rocking the French tips og vera með cute toes og hérna ég keypti svona callus softener. Hann var geggjaður. Ég testaði hann í gær, ég elskaði hann.
þannig að ef þú langar að gera tásuna bakið það er illt bakið að gera tásurnar þú veist alltaf bara bygglast bara eins og rækja maður er eins og rækja nú þegar maður bara í tölvunni ég þarf alveg að passa mig hvernig já, við erum alveg right now bara frekar rækjulegar sko. það er ekki gott að vera bara mynd að vera bara eitthvað rækjur en hvað er þinn í vikunni? Your favorite? Mín er bara að svara ég verð að segja Marilyn Nails litur númer 45 Gel Flow þeir sem er að hlusta sjáu ekki litin en þeir sem er að horfa getið séðan þetta er svona peach litur og þetta er bara a perfect peach já, það er bara, ég er búin að nota endalust mjög sumaliður hann er ótrúlega sumaliður og hann er nefnilega til að segja hann er ekki of apsingler en hann er ekki of peach þess að hann er bara hann er gorgeous bara ef ég er að gera eitthvað design með eitthvað svona peach lit þá er alltaf valið þennan og ég bara, það er ekki langt sem ég keypti hann og ég er actually bara að verða búin með hann heitir Mango Madness varst þú ekki að gera okkur auglýsingu daginn með Mango Madness? Ég var alltaf eitthvað að fyrta með hann manna ekki önnur okkar hefur eitthvað að vera að já, að þetta er frábær litur og það er náttúrulega það er sumar, það er 3. júní maður líði ekki þannig, þá er nei, það er snjókoma og það er, þú veist, það verður að vera að loka vegi bara út á landi og eitthvað svona kjaftaði terrible crazy ég er með mjög mikið lofið neitralism á Íslandi en ég var að fara yfir í the topic of the day skemmtilega sögur og viltu fara bara strax í annan spons eða bara hoppa í næsta sponsin hoppum og einu spons yfir í annan hoppum í annan sponsin það er Boost Reykjavík eða Boost EHF sem færir ykkur skemmtilega sögur og þetta er for the girlies og fyrir kærustu hjá the girlies kærustana hjá the girlies well, it is Pride Month þannig að líka kærustur já, bara whatever já, bara að þú ert fyrir bíla whomever you are já, þá er þetta verið þig af því að Boost býður upp á endurforritun og aflaukningu í ökutæki þau bjóða upp á Stage 1 sem er stilling á vélarstjórnun án þess að bæta við vélrænum hlutum Stage 1 bætir nýtingu og er áreiðanleg á saman tíma og það skilar fyrsta flokks framistöðu ég veit ekki hvað það þýðir af því að ég er ekki bílstelpa en þetta held ég bara gerir mjög mikið og svo er líka að bjóða upp á ísendingu á filmur þú veist á rúðurnar þá svona tinting svona tintafilmunar þau bjóða upp á 5%, 15%, 30% og 50%. Það sem ég skilst að þeir gera, sem ég, þú veist, er búin að læra svona svolítið smá af, er að þú mappa bílinn og það er að þannig að þú veist, þú bætir á honum herstöfl sem gerir hann eitthvað kraftmeiri og hann eyðir minna af dísel og bensín. Ég man ekki hvort það var dísel og bensín eða bara dísel. En þú veist, þú bætir við og eyðir minna, sem er sjúklega næs, af því að þú veist, það er ekkert eðlilega dýrt að fylla bílinn sinn, skilur og meiri herstöfl, hver elskar ekki meiri herstöfl skilju, þannig ég mæli endilega með og þeir eru að fara að koma með núna bráðum, þeir eru aðeins að vinna í því annars er hægt að bara senda á Instagram til að reyna að fá tíma, hringja í þá eða þeir eru líka með netsíðu sem heitir boostehf.is þannig ég mæli ekkert eðla mikið með þessu já, og ég fara í skemmtilega sögur ég er bara svo spennt fyrir þessu því að það er bara, ég með svo mikið og þú ert líka örugglega með ógeðslega mikið, eða ekki? Að ég byrja að þú. Oh please, þú byrja, þú ert búin að vera I have been so excited, sko. Já, mér? Já, okay. Ég er alveg orðin forvitin. Ok, ég fekk þessa senda til mín, þetta er náttúrulega bara svona anonymous. Hún segir hérna, ég lenti í því 16 ára að fara í neglur og konan hún skrifaði þetta villust og konan fékk sér að borða vel sveittan hamborgar á meðan ég labbaði út með kóktelsósu undir sumum neglunum fór aldrei anga aftur oh my god það er ógeð líka bara hver myndi vilja borða meðan þú ert að gera neglur þú veist, nagla, rík og kusk og nei, þú veist, nagla gerðan hennar það er alveg crazy work, sko
naglagjalan hennar naglapían gerði þetta já, þú veist, þetta eins og ég var að taka við kuna ég myndi vera bara hamburgara en þú veist, af hverju myndir þú vilja bara hamburgara og meðan þú ert að gera neglur kannski bara stofið eitthvað, kannski var bara að grípa sér matið eitthvað en þú veist, ég þrýf alltaf á mér hendurnar á hann ég fyrir að taka við kuna og ég með hanska þannig þú veist hvar voru hanskarnir? Where are the fucking hanskar? Where are the hands? Put on the hanskar Put some on hands right now sko. Líka, þú veist, að vera hún, þú veist, hvað maður að gera nefnir að fara að þrýfa þar hendurnar já maður kálsast út allt þú veist, hamburgast að segja ógeð Þú minnast það? Ég með eina mjög stutta ég var með smá útstæðan fæðingablett á hendinni og hún bara klippti hann af Hver? Naglafræðingurinn Byrju, ertu að lesa? Þetta er saga Er þetta saga sem þú fannst á netinu? Já bara, hún mætti í neglur hún er með smá svona útstæðan fæðingablett bara á hendinni og pían bara, that's crazy work Oh my god Það er ógeð Would you rather Pía klippir á þér fæðingablettin eða Pía mæti með sveittan burger á hendina þinnar Sko, náttúrulega mismunandi scenarios að því að náttúrulega naglafræðingur sem var að borða hamburgaran en ég held actually verð bara að vera þú veist, að klippa fæðingablettina því að þú veist, ég vil ekki hafa hamburgar svo undir nöglunum en samt, þú veist, bóking mótturglega Já, líka bara unprovoked Sagði hún að þetta var, þú veist óumbeðið eða eitthvað, sagði hún hvort þetta var vant eða eitthvað Já, bara Oh my god bara unprovoked Pían er bara eitthvað, ég ætla að fá hérna a little manicure og svo bara, that's ugly klippa þetta af Shit Crazy work Það er kunni á mér sem er svona hérna og það er alltaf svona fristandi svona takan en þú veist, maður gerir það ekki That's not your call Not my job Það er svona, að ég er svona held náttúrulega þumlunum þannig að finna hérna og ég bara, mér langar bara að taka henni byrtu en þú veist, hver klippir fæðingabletta af? That's fucking weird Oh my god, það er actually psycho Það er crazy work, sko Oj, ok, ég ætla að koma næstu sögu Þessi Pía segir hérna ég fór einu sinni neglar á stofu og fyrsta neglinn datt af daginn eftir og ég var eitthvað 2000 skall fyrir að laga hana og restin datt af 2-3 dögum seinna sko þetta er svo mikið svona 50-50 hvað mér finnst út af því að þú veist þú ferðir neglur og fyrsta neglur datt af daginn eftir þú veist, hvað sem getur gerst getur verið hanningana, getur verið þeirra eitthvað svona þannig þú veist, maður væntanlega ekki rukkar fyrir það ég myndi ekki daginn eftir þú veist, ég myndi rukka fyrir ef hún var bara eitthvað, þú veist, ég gerði þetta eða bara, þú veist, ég fór ógeðslega illa með hana ég var bara ekki að passa mig eitthvað svona eða var, þú veist, konum með kenna og myndi svona íhuga bara eitthvað svona ok, þú veist, fyrir eftir hvort þetta var bara eitthvað lítið nöglu hvort þetta, hún var með langa nöglu og ég þarf að tekna eitthvað, skilðu, ég myndi rukka fyrir það en ég myndi ekki rukka fyrir bara eitthvað tiny eitthvað sem tekur kannski bara 10 mínútur að setja á eitthvað og restin datt af 2-3 dögum seinna get your money back það er bara þar myndi ég byggja peningi myndi baka sko líka bara crazy work eftir að mæta hana og borga til þess að láta laga og svo bara, it's gone alltaf, nei, þú veist þá bara ég myndi alltaf bara þú veist, oh my god, bara take your money sko, ég er alltaf með ábyrgð, þú veist, ég tek alltaf ábyrgðin svona 5 daga eftir ásetningu þú veist, það er bara nóg, skilur við en þegar það senda á mig bara hegum data það er bara, ertu viss af því að það var alveg Pía daginn hjá mig með allar 9 naglar á sig eftir 3 mánuði, skilur við sem var crazy það er crazy work það er crazy, en þá var ég bara svona það er að mér að kanna skilur við þannig það er svona já, líka þegar það er eitthvað svona, hún datt af og svo sér maður bara svona, þú veist já, sér það á maður nöglinu og hún sér bara já, maður getur alltaf séð það you can't hide it þú bara næsta ég er með aðra þessi er örlítið lengri ekkert sérstaklega löng samt ég bókaði tíma í fjarlægingu og naglafræðingurinn lét mig fá skál full af Asington og glerkúlum glerkúlur, svona eins og þú getur keypt í leikfangabúð lítur pínu út eins og svona Orbeez bara svona glerkúlur, bara svona marbles og konan sagði mér svo að ég ætti bara að nutta nöglunum upp við glerkúlunar til þess að það gangi hraðar ég var með hendurnar ofan í glerkúlu vatninu eða Asingtoninu í klukkutíma og notaði enga yfirfæl, enga fjöl, ekki neitt bara ég, skálin á Asington
og glerkúlur. Neglunar högguðust ekki út af því að væntanlega högguðust þær ekki. Hvað meinaru? Það var ekki einu sinni búið að taka toppkótið eða neitt, það var bara everything. Þannig ég myndi bara mæta núna bara beint ofan í, ekki búin að gera neitt. Já, og glerkúlunar, ekki gleyma þeim. Oh my god, og glerkúlunar. Og hún endaði á því að poppa nöglunum af með öðrum svona naglatips. Oh my god, já, ég sé það. Það alveg sumir sem taka bara naglatipp, fara bara og bara og poppa. Ógeðslega vont. Nei, sko, á meðan ég var að skoða á netinu, það var svo oft sem ég sá, þú veist, út í að það líka búið að vera að trenda á TikTok, eitthvað svona, hvað við gamla naglafræðingin letaði hætta langa til að fara frá. Já. Það veist, kommentin þar voru svo mikið bara, hún notaði tips til að poppa af, eða hún notaði, ég sá eitt það sem var metrokart, bara svona strætókort. Sem er þetta tannþráð. Nei. Jú, frænka mín gera það. Litla frænka mín, ég var eitthvað, ég byrði á hvernig náði að maður, ég tók svona tannþráði, ég bara svona fór undir, ég bara, já, ok. Já, ok. Don't do that. Don't. Shit, það rosalegt. Það crazy. Oh my god. Líka bara setja hann í klukkutíma bara eitthvað, nutta við einhverja svona marbles. Hvað líka, þú veist, hvað þú að gera sem naglafræðingurinn klukkutíma og hún bara... Já, þú veist, hvað varst þú að gera gær? Þetta ástæðan fyrir því ég ger ekki soak-offs. Þú veist, hvað ég að gera? Og ég bara setja hann og bara eitthvað... Já, ég gera soak-off á bæja, en þú veist, að því að þú getur pússa einhendina af, sett fóið þá, fara svo yfir næstu, byrja að pússa efni á þar, soak-off, og þegar það, þú veist, þú er nýbúin að setja hérna, þá er tilbúin til að taka hér. Já. Skilur þetta, þú veist, það virkar. Þá ertu með verkefni á meðan. Já, þannig það er ekkert eitthvað awkward nema, þú veist, eða það er ekki tilbúið, það er alveg frekar awkward, en ég ger soak-off svona einu svona ári, sko. Já. Þannig er svo góð ég að taka af. Það er mikið fljótar á því. Fljótar af. Það bara púsa af. Já. Það er miklu fljótar af því. Það tekur langan tíma að soka af, sko. Ok, hvað er þín saga búin? Mín er búin. Þín er búin, ok. Þá ætla ég að lesa hérna. Ég fór í neglur stelpu sem var búin að vera að gera neglur frekar stutt, en samt alveg í einhverja mánuði. Ég bað hönnun. Design. Já, sem var ekkert mjög flókið. Basic French tip og charm. Það tók hana 7 klukkutíma. Hún þurfti að taka pási til að borða kvöldmat sem tók auka klukkutíma, fór heim miðnætti. Tíminn minn byrjaði klukkan 5 og cherry on top, þá var hún að feista með vinkonunni sinni allan tíman. Nei! Oh my god, ég var að betra og myndir enda þess að sögu á eitthvað svona og þetta er frænka mín eða og þetta er besta vinkona mín. Nei. Oh my god, var hún skilin eftir bara við borðið á meðan hún fór að borða. Ég setja hérna bara alveg eins og pían með skálina og glerkúlunar, bara setur hérna. Ég vil svo gefa þér eitt break, þú veist, ef hún var, þú veist, hún sagði sem var ég fór í næglu til stelpur sem var búin að gera fyrir eitthvað stutt, og samt alveg eitthvað mánuði, þú veist, ég hef alveg verið í eitthvað 6 tíma eða eitthvað að gera næglu, sko, og sérstaklega ef ég er að gera French tip og charms, it's not easy, en þú veist, og þú veist, það er ógeðslega stressandi að gera French tips. Ógeðslega stressandi, þannig þú veist, það fyrir eftir, þú veist, var það vinkona eins og fórst til, þá var þetta allt í góðu að fá sér kannski eitthvað nartað eitthvað, ok, kannski ekki alveg klukkutíma, en þú veist, ég gef þessari gælu alveg a break þarna út af því að þú veist, maður er fucking lengi að vera byrjandi. Þetta tekur svo langa tíma. Ég man þegar ég var byrjandi. Það er svo mörg skref. Nei, sko, ég man þegar ég var byrjandi og ég var svona nýbyrjað að tegna Friends. Ég tók eitthvað 2 vinkonur og þær fengur svona trendi það sem að var, þú veist, það sem er Friends hérna, það sem er bara svona swirls hérna. Skilur. Já, ég tók þær 2 og það bara, ég var svona 8 tíma eða eitthvað. Þetta var bara, ég var búin að gera neglur í eitthvað nokkra mánuði og já, ég var svona 8 tíma eða eitthvað. Og það var ræðilegt og þeir svona tóku myndi og var oh my god, so pretty og settu story og ég bara og ég bara ógeðslega ásett með þetta og eitthvað, það er allan mismundi lengdir og eitthvað, það er með þess að í TikTok-vídeónu minn þar sem ég er að fara í gamla neglur, það sést í þær og ég bara, ég var svona 6 tíma að þessu eða eitthvað, en ég held að vera svona 6-8 tíma að þessu og ég bara, ég held ég var svona klukkutíma bara að teikna Friendsið, skilurðu. Í dag er ég svona 10 mínútur, skilurðu. En
það er bara Friends alveg, það underrated hvað það mikið vesen og þegar maður nýr og þú veist fólk mætir og eitthvað, mér langar bara eitthvað simpul, bara Friends og frábært. Já, það er alveg stund sem ég lendi að það bóka og ég eitthvað, hægt, við svolítið ekki bæta henni skreitingu, það eitthvað, jú, ég ætla bara að fá Friends og ég bara ég get bætti við núna því tíma en það ekki endilega sem ég get alltaf bara bætti við. Svo líka sumar sem hafa mætt og bókuð bara gél ásendingu, ekkert skreit og ég múið kona eftir á þá bara, ég að pæla hvort við getum bætt svona Friendsi við og ég bara, no. Nei, við getum How about you leave my house right now? Nei, bara, we can't og bara, já, og svo líka daginn lendi ég og hún sagði, getur svona tekið af og kannski bætti ykkur skreiti og ég bara, þú bókaði bara gél ásendingu eitthvað sem tekur mig bara 1 korter, þetta mun taka mig svona upp í 1:45 skilur fjarlægingu og skreiti. Já, ég sagði minna bara, herri, ef þú ætlar að gera það verður náttúrulega bara að gera það næst skilur því að I don't have time for this bara það kunni korter eftir tíma þinn sko. Þannig já no. Þannig að pían með Friends tips og tók langan tíma. It's okay, baby girl. It's okay. Ég vona samt að þetta hafi verið vinkona eða frænka eða eitthvað. Ég myndi að það bara fá sér bara kvöldmat og skilja hann eftir, það alveg wild behavior. Þannig ég vona að þetta sé það alveg crazy, þú veist, ok, jú, alveg 7 tíma, þú veist, það ekkert brjálað, skilurðu, þú veist, ég vildi bara eitthvað simple nails og charms, hvernig charms vildur bara edgestone og stein eða vildur fá eitthvað svona að margar eða þú veist, vildur fá beads eða þú veist, hvað vildur, skilurðu og þú veist, a beginner við verðum að gefa það slack það tekur svo langan tíma cannot talk shit on the beginners the steps eru svo lang en þú veist, þú það bara að koma daginn eftir skilur hún hefði alveg geta bara klárað daginn eftir slap some top coat over there og koma daginn eftir svo pín getur borðað og eitthvað svona það alveg næs sko, þú veist, þegar maður er að byrja og vera með, þú veist, ekki strangers heldur fólk sem það þekkir að svona, ok, ég er ógeðslega lengi að þessu í lagi, ég gerir bara preppið og ég byggi og svo gerir við whatever á morgun ok, reynda líka þetta, það var hann að face með vinkonum sína allan tíma það er crazy talk það er crazy þarna, baby girl, ég get ekki take við erum að reyna að sæta með þér þannig get ég ekki decide að vera að face með vinkonum sína allan tíma þú ert með kuna, þú ert ekki vera að face með vinkonum sína allan tíma mér er líka dónlegt að ég er með viðskiptavin og hún er bara síman sín allan tíma að tala um vinkonum sína sérstaklega ef við erum að tala það er bara appið, ég ætla að ringi þennan að ég þarf að tala þennan það er bara ok og svo þær bara að tala ógeðslega mikið bara í síman bara ok, ég hérna líka skilur þú ert að veita tíma til mín og við tala við hana eftir á er ég svona leðilega guess I'll just fuck myself skal bara fokka mér skal bara algjörlega fokka mér en líka það þú veist þegar ég er að taka eitthvað sem ég get actually bara tala við ógeðslega mikið allan tíman þá skil ég ekki það nýta þau að taka upp síman og tala við annan mér finnst það bara so rude og svo bara herri hjá enna þetta tröfla sem ekki hendurna líka þegar þetta verið að tekja síman og þá er verið að segja sögur þá þarf að tjekka því síman og eitthvað svona það er bara skellt á það bara oh my god can I do what I need to do rude. Bara hafðu síman við hliðin á hann má vera á borðinu, hann þarf ekki að vera niðri hann má vera á borðinu ef eitthvað skildir hringja því út að neyða eitthvað og varst bara með hendurnar fyrir framann og bara þú veist don't pick up the phone unless it's necessary why don't you book that fucking phone down veistu hvað, mér langast að bara gera mér langast að með hér vinsamlegast verið ekki í símanum það er ekki bara that is such a Karen move that's such a Karen move sko þú ert samt alveg Karen in the making sko já, mamma er náttúrulega Karen just like my mom ég er með þess, í skilmálum mínum þar ég með bara bannað að vera í símanum en svo fyrst mér svo dánulegt því ég með eitthvað sem bara fyrir að feista með annan og tala eitthvað í síman og eitthvað svona so rude en ég meina don't do this guys allt í góði ef þeir eru öll að spila saman en samt it's rude ok, ég ætla að segja aðra sögu sem ég fekk henni að senda hún segir fór eins og alltaf í neglur hjá stelpu sem ég þekki allt í lagi því við búum í svo litlum bæ og hún klippti alltaf smá alvöru neglunum mínar og reif svo restina af og það blæddi í all caps blæddi alltaf svo kom alltaf lítið ups, tíhihi sem var alltaf svo vandræðalegt að því þetta sveið svo ups, tíhihi
Ég ætla að vona að hún sé þá bara ekki lærð og veit ekki hvað hún er að gera því að hún er lærð og það er að klippa svona. Það er svo bad. Líka bara að klippa bara halfway og svo bara rífa þetta af. Ég bara veit ekki alveg, hún segir hún klippt alltaf smá alveg á negluna mínar. Það er fjarlægingu eða þú veist þegar hún er að preppa þær að... Mér finnst það hljóma eins og hann sé að segja að hafi svona klippt halfway og svo... Það er crazy. Það er svo óþægilegt. Ég vil lendi á svona óvart svona nicked them en þú veist það ekki bara einstakir sinnum en þú veist, hún segir líka bara bleiti alltaf líka gott nú ups, tí sorry, smá sár ég gef alltaf bara, ups, ég gaf smá sár já, sorry ég er smá crime scene hérna já, ég er alltaf eitthvað svona fokk í konunum mínum allavega að adressa það er svona já, ég bara, mér finnst það strax verða ef maður gerir ekki neitt sko. Já, það er ekkert meina vandræðilegra en þú veist, þegar þú óvart gefur sár og þú bara skipt hönd og það er svona það er svolítið sárina það er bara, já, ups skilur, mér finnst best að bara vera bara ups, ég gaf sár upsi, my bad skilur, það er miklu skarra heldur en annað það er vandræðilegt að uppgöta að hinn uppgöta það frekar já segð þú mér skemmtilega sögu ég með eina örstutta okay. to set the scene fer til naglafræðings fyrir neglur, fyrir sumaneglur þessi pía já, þessi pía fyrir sumaneglur það þarf að fá sér cute sumarskraut sest í naglastólinn naglafræðingurinn tekur á mótinni ég var að fatta áðan þegar ég var að gera sponsið þá var brús minn svona eða einhvern veginn svona og ég held ég var að gera svona logo svona hérna við ekkert logo anyways ok, þess að Pía er að fara í sumarneglur það er júli hún mætir ætlar að fá sér a cute little summery floral design naglafræðingurinn tekur á móti pikkar upp símann sinn kveikir á jólalagi kveikir á jólalagi jólalagi Christmas, ho 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 jólalagi ég ætla að jólalagi jólalagi ok, jólalagi var það bara that's the whole thing ég ætla alltaf að segja eitthvað meira og bara eitthvað eitthvað svona mér finnst það bara crazy work að vera eitthvað það kunni það er sumar og þú bara kveikir á jólaplaylistanu einum ég vildi þess að við getum alveg lókið lista jóla öll árin yfir árið sumar er bara svo góð og þau er bara svo mikið vibe þess ég vil alltaf gera það ég lust ekki á jólalög nema þess það sé náttúrulega jólatími það er alveg sacred en þú veist það er svo leiðilegt að hlusta ekki á Justin Bieber þú veist, Under the Mistletoe bara eitthvað svona á þriðju degi að leiðin heim á vinnunni skilur já, nákvæmlega þú veist það er svo gaman en þú veist, það er alveg weird mér finnst það crazy work það er alveg ógeðslega weird líka þú veist, þegar maður er með að fá einhverju neglur þá reynir maður að setja á svona nokkuð svona neutral playlista þú veist, ef að ég er eitthvað deep í einhverju hérna The Hamilton soundtrack bara eitthvað Hannah Montana the movie er bara á replay hjá mér ég er ekki að fara að kveikja Hannah Montana the movie ég vildi ekki að gera það sko þess er eiginlega svona að spyrja the last time I picked out I just can't come down er í lagi þín vegna að við kveikjum á Hannah Montana the movie sko, ég hef með playlista sem heitir bara Glam by Electra hann er 18 tíma hann er í 19 tíma, hann er 18 tíma og 55 minútur það er bara playlisti ég brýð alltaf á bara every time já, svo fyrst mér er alltaf að heyra bara sömu lögin það er alltaf svoleiðist, þú heyra alltaf bara sömu lögin þó þú sért með að fucking shuffle eða þá bara þú hlustar á þetta á hverjum degi og ert að heyra öll lögin með lögin já, kannski, þetta er náttúrulega bara öll lögin sem ég fíla það er svona þetta er svona ógeðslega mikil banda þetta er svona 2000 vibes þetta er núna, þetta eru svona sveitalög og íslensk og eitthvað svona, very fun super duper fun ég það segja ég sem vingarinn mér lendi sem var neglum hjá mér fekk leyfi frá hann að segja þessu sögu ég ætla ekki að nafngreina hver það er eða gefa hint hver það er, ekki neitt bara zero nema þetta er vinkona þín þannig að ef þið farið í gegnum vinalistan hennar þá er þetta eitthvað af þeim og þarna hún nei fannst að fyndi ég var að fara að segja skemmtilega sögur þannig hún var bara já, oh my god, eins og skipti þegar ég lendi í þessu og ég bara hama ég segja það, hún bara já, af hverju ekki þú veit ekki að nafngreina mig, þetta skiptir engum máli, þetta er bara saga
it's just a story. It's just a story. Not hurting anybody. Just a silly little story. Og hún kom sér í naglur og þetta var þegar ég var í geymslunni og þetta var fyrir svona svona 2-3 ára síðan og ég kannski tek mótinni, hún í fantagýr og bara eitthvað ógeðslega hress og eitthvað svona og svo ég bara að preppa og svo setja ég gelið og hún bara, oh my god, mér líður ógeðslega illa. Ég bara, hún bara byrja að svitna, hún bara byrja að vera bara svona handrestinni, bara svona að leggja hausinn niður og ég bara, oh my god, og svo var gelið að stinga hana og eitthvað svona, þú veist, og hún var bara orðin bara, þú veist, það bara gerðist allt í henni bara eitthvað, þú veist, hún var bara allt í henni bara, bam, bara líður ógeðslega. Og svo heyri ég bara, ég þarf bara út að æla. Og ég bara, fuck, að ég er með svo mikla ælufóbíu. Ég meik ekki, mér finnst ógeð að sjá ælu, heyri ælu, finnulegt ælu, þetta ógeð. Og ég bara, nei. Ekki í dag. Nei, ég bara not today buddy. Og hún var bara, jú, eldra, við þurfum að fara út, ég þarf að fara að æla núna. Ég bara, haltu síðar. There was no way að ég ætlaði með hana út svo hún getur fucking ælt. Líka út, þannig að þetta er ekki í huga að fara hana að bað, hún vill fara út. Nei, út af því að þetta var í geymslunni niðri, það er ekkert bað. Já, það er ekkert bað, þið eru þarna niðri. Já, ég var þarna niðri, þú veist, núna er ég komin upp, núna er þetta að hlaupa klósitið. Hún ætlaði bara fyrir framan hurðina. Við fórum bara út hjá inngangnum. Já, hún var bara, nei, ég lóð út núna og ég var bara, ok, og bara orðin brjáluð af því að þú veist, ég er með svo mikla fóbíu fyrir þessu. Og við bara leipum út, ég bara, shit, þetta er ekki, þú veist, passa elgjarnægluna, eitthvað svona. Og ég hefði bara að halda hálun hennar og hún bara, ég göst. Og þetta var, fyrst ég held að þetta var eitthvað mígreniskast, en þetta var ekki mígreniskast. Þegar ég var að rifja upp daginn, ég bara, þetta var ekki mígreni. Og hún bara, nei, þetta bara gerðist. Ok, það bara gerðist eitthvað, hún bara alltaf flipped a switch og hún bara alltaf var bara ógeðsflögurt og ég þetta að halda hárun hennar og svo var hún alltaf að æla og þú bara ekki náma það, ég hélt í hárið hennar, ég leit í burtu og ég bara þú veist, ég hefði bara að gera hljóð, ég get ekki heyrt þetta, ég get ekki heyrt að það koma út þér og svo bara þetta er ógeð lyktin var líka svo sterk. Ég held hérna og ég bara, oh my god, þú veist, ég var ekki að læta því, ég gæti ekki hlusta á þetta. Dramatísk sena. Nei, mér finnst þetta svo ógeðslegt. I can't. Og já, og hún bara fór heim og var að sofa og henni leið svo bara betur svona 2 tímum seinna. Og svo bara kláraði ég. Crazy. Já. Þetta var alveg experience. And not a good one. Not a good one. Not a good one. En ég þurfti allan ekki að þrífa neitt. En það var alveg greið nágranni sem var að labba henni upp og niður. Það bara æla bara fyrir framann. Já, bara æla fyrir framann pappinu. Þetta bara... Það er sem að smúla þetta eitthvað. Já, pappinu þurfti að koma svo seinna og hann eitthvað svona... Nei, ég held að það var ekki pappinar. Ég held að það var bara einhver nágrann okkar sem notaði vatn og þreif þetta. Þreif þetta í jörðinni. Smúlaði þetta bara. Já, og þetta ég veit ekki af hvernig hann eldi, en það sem ég bara að segja er að mæti hydrated í tíma, borðiði ánum þið mæti, þetta gæti líka kannski verið eitthvað næringarleysi eða eitthvað skilur þú veist, it's still unknown today, en mætið með fullan maga í neglur, því að sumgil eru bara svo slæm og þau geta alveg stinga svo ógeðslega mikið, sumir eru kannski veikir eða ógeðslega viðkvæmir og eitthvað svona, að þú veist, þau getur bara svipað eins og þegar þú fyrir tattoo og þá Já, það verður svo fyrir tattoo, að þetta er svona smá, þetta getur svo vont. Það er mismunandi hversu illa fólk bregst við og... Já, það er svo mismunandi, eins og það sem mér finnst að ég með tattoo á rauðbönnum, fann ekki fyrir, ég er náttúrulega sofnaði, og meðan þú veist, það er alveg fólk sem fær deyfikrem og samt fyrir að grænja því að mér finnst þetta svo vont. Þetta er svo mismunandi, skilur, og þú veist, pain tolerance er náttúrulega bara allt öðruvísi hjá öllum, og gelin, þú veist, þú ert í rými, þú veist, eins og hérna, skilur, þú veist, það er mikið efnum hérna, kannski finnst ekki lykt að því en það fer svona í mann, maður verður alveg þú veist svona maður finnur þetta og þú veist og þetta var líka á sumartíma, það var heitt, það var ekki gluggi hérna niðri það var sé gluggi hérna, ég kýs valla að opna hann út af geitungum og býflugum komast ekki inn í húsið mitt og þú veist, ég er endar alltaf með opna hurð, skilurðu, en þú veist
það svo margt sem getur valdið og verður bara flugur bara allt í einu skilur Nei, alltaf bara verið fyrir tíma bara fyrir tíman og taka með þér vatn já, eða ég byrja að bjóða upp á vatn þannig ekki verið það er ógeðslega marga feimnar að byrja að fá sér vatn og ég vil ekki vera bara, viltu ekki fá það? Fáðu vatn, það er ekki eitrað brakandi ferst nýbúin að bæta klökum í þetta grækt þetta ég tek þetta alltaf og ég fer með þetta niður og ég bæti bara 1000 klökum ég endast að búið til klaka svo ég klakki þetta þetta er bara ekki snert í svona 12 tíma eða eitthvað sko oh my god, svo kem ég inn og drekk það heitt já, ég þarf bara að do better ég þarf bara að setja kallt vatn í þetta greins, áður en ég mæti finnst það næst að vera með þetta fullt ég duglar að drekka vatnið ef það er þann fyrir fram ég er bara með brakandi fest vatn sko. brakandi fest í fyrsta neðsbrúsunum minn good on you ég ætla að fara í að við hefum ógæslegin tíma fyrir mikið á sögum já bái, við erum að skipta þessu í nokkra parta þannig þessi þáttur er bara part 1 svo ætlum við að skipta þessu niður og eins og við segjum descent, þetta er okkar experience þetta er fundið á netinu þetta er allstaðar þetta er mix af öllu þetta er bara bland í póka en ég ætla að segja frá einu sem ég hef lendi í ok, veist þú hvað hættulegustu mánuðirnir eru að gera neglur? Hættulegustu? Bara pain in the ass I mean, desember? Nei Ekki jóla? No bara að teka wild guess sko, myndir halda að 2 erfiðustu mánuðirnir eru árnett að gera neglur Er það útskriftatímabilið? Nei What? Það er júní og júlí Júní og júlí? Allir að fá vacation nails Nei What? Það fatta ekki margir munin á milli júní og júlí já það er dangerous eins og ég var að setja hérna story daginn að eitthvað nýtt tekur gildi júlí, 1. júlí það var eitthvað sem aðbókaði hjá mér og ég bara herði þetta tekur gildi 1. júlí ekki júní og hún bara þú veist, þegar maður setur eitthvað með júní eða júlí það bara all logic goes out the window já, það er bara, þú veist lesblinda bara poppar inn í öllum sama þó þú ert ekki eins og með lesblindu skilur þetta er bara, og áður en ég var með núna þú veist, núna appið fyrir bókanir það var ég bara með tíma story það var bara þannig, ég setjast júní, ég þurfti líka mind you, ég hef þurfti að gera það í sko all caps, gert rautt lesið júní ekki júlí út af því það er bara hræðilegt tímabil þannig ég sett alltaf fyrir svona 2 ára síðan eitthvað ánýfa með núna bara laustímar í júní klukkan þetta svo bara bóka það ok, full bókuð svo gat ég ekki sett júlítímana fyrir enda júní út af því að fólk myndi halda fólk hélt að væri að bóka í næstu viku oh my god þannig ég þetta að vera bara eitthvað 25. júní að setja inn fyrir júlí í staðan fyrir að gera það bara 1. júní skilur þú veist það er 3. júní í dag ég er búin að opna fyrir júlí skilur ég geta alltaf meira mánuð ahead of time og næstu í 2 mánuði ahead of time skilur og við hvað ég var hann brjálæður þessu ég var bara, þú veist, ég hef verið bara ákveðin okkar hætti að gera náttúrulega bara í júní og júlí þú veist, og það því að ég hef verið ekkert verið í París og þetta var 5. júní eða eitthvað ég var á leiðinni heim frá París ég var bara, þú veist, á flugvellinum og að ég fór að heyra staflstofninga svo fæ ég bara skilfa hæ, ég er komin ég bara, komin? Komin hvert? og hann bara, já, ég mætt ég bara, kíkja svo bara á tímabókunina ég bara, búið tíma í júlí ekki júní skilur þið og já, ég sem er ógeðslega óþægilegt að ég bara, þú veist, ég er náttúrulega bara ég er í París ég er ekki á Íslandi þú veist, ég er ekki heima og svo hef ég, þú veist, líka bara kannski verið að gera neglur sem kannski bara 10. júní eða eitthvað ég hef verið að gera neglur bara, þú veist, ógeðslega óþægilegt já, ég fengi bara, hæ, ég er komin ég bara
og líka, þú veist, út af því að ég er ekki neglu þar er ég ekki í símanum, skilurðu þá þú veist, eitthvað svona Instagram og þú veist, ég með síman á svona stand og þú veist, ég að fá mikið að skilbúin þannig að teki grímuna af mér, kíki með FaceTime bara svona hver í gangi, þá ég fengi bara hæ, ég kom en alltaf ekki opna, halló og ég bara what the fuck, segi það bara konum minn bara, ok, býta aðeins, bara sorry maður, tjekka á þessu, kíki svo og það bara, hún var 10. júlí og þetta gerðist ég held næst í svona 10 mánuði sem er alltaf líka ömurlegt af því að þá líka þú veist það bara ég kemst ekki í júlí, ég ætla það að áboka það bara ok, nú er vesen í dag og svo eftir mánuð þá er með eitthvað vesen þannig þetta eru 2 hættulegustu fokkin mánuðinir til að gera reglulega því allir er að ruggla svo mikið á þessu þú veist, líka bara það, þú veist, eins og minn núna þú veist, það getur sem verið bara ekki að bóka í júlí ég er ekki að byrja akkurat að bóka þetta og þetta bara, er það júní, ég held að það var júlí skilur ég geti urlast hvað mér hefur fundist þetta pyrrandi ég syns þetta er bara 4 ár sem ég er búin að gera neglur þetta er bara, it's unbelievable og líka júní og júlí það hef ég verið kannski tilbúin sem bara morguninn eða bara whatever og konin er ekki mættur og þú veist, þetta er allt árin ég fæ núna appið, þannig að það er miklu verið þá að því að ég var ekki að senda reminders eða þú veist, það sendist ekki automatically reminders þannig ég var kannski bara mætt búin að setja upp, byrja konum mínum það eru 10 mínútur liðnar og það er ég bara hæ, þú veist, tíminn er fallin niður þú mættir ekki það er bara, oh my god ég held ég hætti bóka tíma í júlí en ég hef greinlega bara bókað í júní eða bara, þú veist, eitthvað svona og ég bara great lestu og þá er þetta náttúrulega, þú veist bara skróf fyrir mér ég sé þetta ógeðslega oft í þessu en þú veist, það góða við að hafa núna til að hafa bókunarkerfi þú getur sett reminder og það getur ekki ruglast á þessu skilur þú veist, ekki nema með það einhverjum dögum fyrirvara því að þú veist, ég sendi alltaf með svona 5 daga fyrirvara þá var hægt að, þú veist, fatta en þú veist, þetta var alveg erfitt tímabil að vera ekki með bókunarkerfi sko, að því að maður endalaust ruglast í þessu líka þú veist, ef maður er kannski með svona 4 tíma dag getur ímyndað það chaos að því að náttúrulega gera þetta sem fullt starf bara í síðustu 3 sumur skilur getur ímyndað hvað þetta gerst oft bara sounds like a hoot svo líka bara hefur verið bara hérna dinglað og mamma hefur svarað bara hæ, hún bara hæ, er komin neglur hún bara, hún er með kuna skilur að tíminn þinn held ég bara ekki í dag bara ég held að það setja reglast þetta er narspann þannig ég myndi þetta er alveg a fear of mine ef ég er að bóka tíma einhvers staðar og ég tjekka svo oft ef ég á tíma einhvers staðar þú veist, ég er að fara til tannlæknis skiluru, það er ég bara þú veist, að vera vissum að ég sé að mæta réttum tíma, réttum dag like, I freak out about that sko. Það er svona, þú veist, eins og núna þú veist, það er bókunarkerfið mitt en þetta er samt my Google Calendar ég með skrifað niður ef ég er bara að gera eitthvað ef hún er bara að gera eitthvað ef ég er til dæmis bara hátíðispassu eða whatever ég með allt skrifað niður það er bara allt inn og núna the detail ég með núna skrifað niður í september þegar ég er að fara í Reykjavík make-up school skilur það er allt skrifað niður það er allt skrifað niður en já, þannig ef þeir eru að bóka hjá PM sem eru að taka gegnum story bara please passa að það stendur júní, ekki júlí ég líka þurfti að gera svo oft gerði svo oft á story bara, þú veist, opið fyrir þetta bara júní, þetta stendur júní, ekki júlí þú veist, skilur, bara leist tími hana 5. júlí og bara strax 5. júlí skilur, og það leggja svo mikla áherslu á júní og júlí já, þetta eru þessi 2 mánuðir þar sem þú ert með emphasis annars alla hérna ertu bara já, hérna skipta enga máli þú veist, bara júní og júlí skipta öllu máli þetta er svo mikið vesen hefur ekki lendið ykkur svona nei, ég náttúrulega er bara að gera þetta part-time og þú veist þá er þetta mikið meira bara þú veist það er mikið minna pláss fyrir errors þannig að ég hef ekki rekist á þetta ég held að vera að fara að tala þú veist jóla-chaosið skilurðu nei, it's not that bad þú veist, þú ert ef þú vilja að setja inn þú veist, hvað leysa tíma þú átt og hvort þú sett upp bókuð og eitthvað svona þá er þetta ekki svona brjálað skilur þú veist, líka bara ég er náttúrulega bara að teki 1 jól og þá var það, þú veist, þá fannst mér að vera svo stressandi út því að þú veist þær pýr sem fara ekki reglulega í neglur þær byrjuðu bara popping out of the woodworks skilur það sem ég var vön að fá kannski þú veist, 1 til 3 ár og svo allt í hennu kom bara þú veist endalaust að skilabóðum þannig að þá var ég
overwhelmed. Já, ég ekki alveg þar, þú veist, líka, þú veist, eins og það engin munur á dögunum mínum í dag og eru í desember, skilur, þú veist, ég ekki að fara að vinna, ég ekki að fara að taka við auka 2 kuna þegar ég fighting my back að taka nú þegar 5 skiluru. Ég var líka alveg ekki komið með plan þarna, sko, þú veist, þarna var ég bara, þú veist, ekki með eitthvað svona, já, ég ætla að vinna helst þennan dag, að þá var þetta bara svona, hæ, getum við fengið tíma hérna, hæ, getum við fengið, þú veist, og ég eitthvað svona, já, ok, ég læti þetta virka, þú veist, og þú veist, það var bara, that was my own homemade hell, að hérna vera ekki með þetta planað. Maður þarf nefnilega að hafa allt planað, sko, þú veist, ég bara með, bara, þú veist, þær sem að gera þetta fullu og bara svona að gera þetta reglulega og eitthvað svona, þú veist, sérstaklega bara eins og í gegnum sumarið, maður hefur bara sama yfir sumarið og yfir veturinn út af því að þú veist, þú bara með vinnutíma. Já, þú er bara með vinnutíma, skilur, þú veist, mér er ekkert nauðsynlegt að bæta við með einum öðrum kuna af því það er bara jólatímabil, skilur, þú veist, no. Þú ert bara uppbókuð. Ég er bara uppbókuð og það er ekki mér að kenna að það er ekki bóka bara tíma á skynsamlegum tíma, skilur, þú veist, ég er ekki að taka neitt auka jólin, sko, þú veist, það er bara nákvæmlega sama af því að þú veist, 5 dagar hér, 5 dagar í desember the same, baki ónýtt þetta daginn, skilur ekki til hvers að taka það meira þannig, þú veist, jólatímabili er ekki það stressful, það er bara svona tímaðið fara bara miklu fljótar, það er bara bam, bam, bam það er bara bókun, bara svona endalist bókunum, þú veist, jú, endalist kannski verið að senda hættulist, autoplýslist, jólumorgur autoplýslist, bara nope nope, I do not Þetta er bara vesen ef þú ert ekki búin að setja einhverja reglu fyrir hvenær þú ætlar að vinna og hvenær ekki. Já, þú veist, eins og þú ert að vinna í kristanlegist þá svona freka bara í staðan bara að taka það eftirvinnu, bara gera okkur laugardegi, taka bara 3-4 og okkur laugardegi og svo bara nota sundaginn til að slaka á að því þú veist, nú náttúrulega ert ekki í þessu full time, skilur þá bara svona, í staðan fyrir að gera á hverjum degi eftir vinnu þá er alltaf miklu meira exhausted heldur en bara 1 laugardag, skilur eins og þegar í skólanum, þá tek ég bara þú veist, 1 laugardag eða sundag skilur að því að þú veist, super duper nice að því náttúrulega vinnum ekki allar helgar so nice super duper nice viltu segja fleiri sögu eða viltu spara ykkar till next time, við erum komin í klukkutíma. Ég held að ég vilja bara spara það ekki? Jú, ef þið hafið einhverjar sögur sem þið viljið senda á okkur, ekki á okkur, þú veist, þið getið senda okkur e-mail á neglarartrúná@gmail.com getið sendt e-mail okkur sögum, þið getið farið í dokkskal hjá mér ég er með, dokkskal jú, þetta er eitthvað svona dokkskal, þetta er eitthvað svona skjal hægt að íta það, þá getur svara anonymously eða bara sendt á mig beðum að fá bara skjalið ef skjalið er ekkert, þú veist uppinn einstæðar líka hægt að senda það inn á bara neglarartrúná og Instagramið eða senda þar að biðja þetta skjal margir staðir til að ná okkur a whole lot of places okkar einn Instagram eða bara neglarartrúná og eitthvað svoleiðis og ég var að segja hvað ætlum að gera í næsta þætti. Já. Það er búið að vera svolítið trending að tala áróður eða propagandas. Já, propaganda I'm not falling for. Ekki propagandas. Hvað sagðir þú? Ég sagði propagandas. Propagandas? Það er propaganda. En það? Já. Propagandas er dagskrár. Jesus, kannski það er að læra betri. Propagandas? Já, ég held þessi lesblind. Agenda? Nei, propagandas, það er dagskrá. Ég er alveg feitt lesblind, sko. Ok, propagandas. Það er búið að vera svolítið trending að gera propagandas sem þú eitthvað svona Þetta ekki að fara að falla fyrir og eitthvað svona. Þannig við ætlum að taka það í næsta þetta og það verður naglatengt og ekki naglatengt. Þetta verður bara svolítið svona mix. Og svona áróður sem við erum ekki að falla fyrir. Nákvæmlega og líka það verða nýju vörun að koma út þannig kannski getum við smá sneak peek af nýjum vörunum frá Luxa en það ekki? Já, það hljóma vel Herri, þá bara þökkum við fyrir hlustunna eða áhorfi í dag og þetta var bara þátt 2 þá bara leggjum við ógeðslega spennt fyrir þátt 3 og takk fyrir okkur Takk fyrir okkur